Áður við byrjum að fara í fasvitið í fluglampanum þá ætlum ég útskýra fyrir ykkur hvernig svona flugljós virkar, hverju peran logar. Áður við byrjum aðeins fara yfir hérna eiginleika í spenni, hér í spennir, eða það að segja, þetta er spóla fyrir ekki, spóla, þetta er margir vafningar og málmkjarni og ef við erum bara hérna með DC spennu hérna, sem er bara pluss 12 DC þessi dæmi. Við lokum hér, þá rennum stöfurinn hér í gegn. Svo þegar við opnum, þá hættir stöfurinn að renna, en það er segulsvið ennþá í spólunni. Það er fullt af orku í henni og segulsviðið það vill halda ríkjandi ástandi, það vill hafa strauminn. Þannig að það sem segulsviðið gerir þá, sem er alveg magnað, hérna er vanalega bara pluss hérna, hér er mínus, að þá póla spennandi spólunni. Það eru mínus hér og pluss hérna megin. Það er að spólan hugsar þannig, ég þarf að ná vélarmagni aftur, ég býr til að háa mínuspennu hérna megin og það kemur til minn tilbaka, það nægir tilbaka. Og þetta er kallað lenslögmálið, LENZ, svona, þetta er bara eiginleiki spólu. Og þetta notfæra menn sem stundum til að búa til að háa spennu með svona spólu. Og ef þetta verið DC-rás og liðið sem dæmi, þá myndu þau alltaf setja hérna flyback-díóð sem kallað er. Þá setjið þið hér díóð í hindrunarátt, þannig að hér er pluss og þá leiðir hún ekki. Síðan þegar þið rjúfið og spólan umpólast og býr til háaspennu í náttina, þá leiðir díóðan og étur hann að púlsa upp. Þegar þessi púls hér, sem svo hér kveikið á spólunni, þið lokið hér er semst opið, rofinn, hérna er opinn, svo lokið honum, þá finnst straumurinn að renna hérna, hér rennur hann og hér opniði aftur, svona, engin straumur, en hér kemur mjög há spennupúls í öfuga átt hérna, þannig að nokkur hundru getur verið upp í 100 volt eða meira, hérna, og hann leggst á spennugjafann sem er hér, og það fer yfir hann og getur farið í önnur tæki í gegnum spennugjafann og rústa þeim, kannski Arduino-vél eða PC eitthvað, það getur að lagst á þann búnað og hérna skotið þeim út. Þannig að flyback-díóða er góður, er gott múf til að setja í rásir þegar við erum með liða eða spólu í DC-umhverfi. En hérna sem hér er flúrperan, þetta er svona glerpípa með 2 pinnum hérna á endanum, sikur endanum, 2 pinnum. Það eru skaut, þetta rauða hér er glóðaþráður eins og í brauðrist, hérna. Það hér er tímaliði. Hann er lokaður í upphafi, við byrjum með að loka hann og svo opnar hann þegar við erum búin að hafa kveikt í smá stund og hér er spólan hérna, sem er vafningar utan málmkjarna. Nú bara kveikjum við hérna á, hér er bara rofinn í herbygginu, hérna, kveikjum ljós og lokum honum. Rafmagnið fer hér í gegn, hérna, svona, hér í gegn, svona. Þessi skaut hér 2, þau hitna. Og hér sem þetta er mikið bara lausar rafeindir. Það er að segja málmurinn hitnar og lausar rafeindir lemjast úr málminum og er á yfirborðinu við málminn hérna og yfirborðinu hér. Og síðan gerir þetta smástund, segjum svona 5 sekúndur eða 3 eða 2 eða eitthvað, þá opnar þessi rofi hér. Svona. Og það eru opin hér eftir. Við það hann opnar, þá kemur hér í gang lenslögmálið hérna. Spólan fær ekki hérna þennan straum ennþá sem hún fékk. Og hún spanar upp háaspennu, spennan hér á milli skautsins hér og hér er hærri en vanalega og rafeindin sem er hér fær núna orku til að drífa hér í gegnum gasið. Og hún rekst á atómaleiðinni og þá losnar rafeindir og þær fara sumir hérna í glerið á hliðinni og aðrar fara hérna áfram yfir og gasið hitnar og það léttar fyrir næstu rafeind að fara og léttar fyrir þar næstu og lokum flæðir hér bara jafn straumur í gegn og ballistin hér hún er sem viðnám, svo verður ekki ómikið straumur. Og hér er opið. Þannig að við erum bara hérðan, hér og hér í gegn svona. Og rafeindir sem lenda á glerinu, það lenda innan á glerinu það bláa hér er glerið, hér er fósfor. Hér er rafeind sem lendir á svona fósfor. Hún heitir atóm þar og kikkar einhverja rafeind á atóminu út. Hér er fósforatóm. Hér kemur rafeind á rauða, lendir á rafeind hérna sem var á listakveli og hún hoppar aðeins upp og dettur niður aftur. Hér er penni. Til að þá fer hann hingað upp og það er í orku. Ég þarf að taka hérna með einhverju orku og toga hann upp.
svo ég slepp honum, þá kemur orkan tilbaka, þá fæ ég hita í hendina, ég fær núning hérna við. Þegar rafeindin dettur hingað tilbaka, þá þarf hún að stila orku og hún stilar það eins sem ljósi. Þetta er ljóseind eða ljós og lengdin hér á milli sem hún dettur niður, það er liturinn sem þið fáið. Það hér er liturinn, einhverjir nanómetrar og þetta er liturinn. Þú veit, hvíta lit af þessum perum eða allavega, rauðan og allavega. Argongas og allavega blöndur af gasi sem búið til allavega liti. Þetta er frá örstuðstokkar það hvernig flúrlampi vinnur. Áður við fyrir að byrja á hérna á dæminu með fasíkið og flúrlampan. Og þá hafið þið svona lampa hérna, teikna hann bara þetta er spóla með kjarna og í spólun er líka DC viðnám. Þetta er bara almennt svona riðstraums dæmi. Þetta vera aðeins minna til vinstri og plásstu að rekna hérna á. Hérna er bara búrfell, 229,5 volt mældu við þetta og hér setjum við wattmæli í raftengingu og hér ampermæli, ampertöng bara og hér er spólan í lampanum og hér er DC-viðnámið sem við mælum með ómæli í gegnum hérna, í gegnum spóluna. Þetta hér er ljósið okkar hérna, þetta hér. Séð frá rafmagninu, við sjáum spólu og DC-viðnámið inni. Og hérna mælum við á þessum wattmæli, við mælum 44 watt og við mælum á ampermælinum 0,35 amper. Þetta er raunveruleg tilraun sem við myndum gera núna upp í skóla eða verið ekki COVID. Og þá fáum við þessar niðurstöður út. Þetta náttúrulega getur aðeins breyst hérna bara eftir, þú veist, hvernig rafmagnið er í borginni. Þetta er cirka 280 volt. Og núna þokkar þurfum við að teikna þessar 3 þríhyrninga. Við þurfum að teikna aflþríhyrningin, svona, að teikna spennuþríhyrningin, þeir eru allir eins laga og virmaþríhyrningin. Þessar 3 þríhyrninga þurfum við það að teikna og stilja hvað við erum að gera. Hérna á þessu dæmi hér eru búnar að fá 2 hliðar í aflþríhyrningum hérna. Hérna bara afl hérna, afl og hér er spenna og hér er viðnám. Svona. Og það er búið að ákveða það að þessi hlið hér, hún er volt-amper, volt sinnum amper. Þessi hlið hér, hún er raunaflið, þetta er watt. Og þessa getum við ekki mælt en við getum reiknað hana út og hún er var. Þetta er aflið sem við tilbaka inn á landsnetið, sem við notum ekki neitt. Volt-amperinn, hér eru voltinn, það er vaffið hérna, hér er amperinn hérna. Þetta, það er að segja, þetta eru þá 229,5 volt sinnum 0,35 amper. Og þetta gera svo mikið sem 80,3 volt amper, 80,3 volt amper, þannig að hliðin hér hérna er jafnt og 80,3 volt amper. Ef þetta væri brauðrist hérna, ekki með svona spólu, þá er þessi tala jöfn fyrir hér. Þá er ekkert, nei fyrir ekki þá voltamperinn, þá er ekkert fasvík. Það er bara mismunur á voltamperum og vöttum þegar það er fasvík. Og hérna lesum við bara 44 vött. Hérna, það er aðveitunum á mælinum hér. Þannig að þessar 2 hliðar vitum við, bara við þá horfa á dæmið. Varið er bara Pýþagóras. Nú vitum við 2 hliðar og þú hefur fundið varið út. Og það er bara jafnt og rótin af 80,3 í öðru, mínus 44 í öðru og þetta gefur okkur einhverja tölu 67 var. Þetta hérna er 67. Þetta, ég hugsaði það, þetta eru allt vött. Þetta eru allar þessar tölur hérna, eru margfeldi af spennu og straum. Þessi straumur er í þessum íhlut hér
og hér og hér og hér og hér og hér og hér og hér og hér og hér. Alltaf sem straumurinn hérna. Það bara spennan sem breytist. Spennan yfir spennugjafann 229,5. Við mælum hana með voltmæli. Og það getum við vitum að þetta afli frá, en við vitum ekki spennuna hér eða hér. En ef við vitum vöttin sem eyðast hér og hér, þessar tölur hérna, ef við deilum strömmum upp í vöttin, þá fáum við spennuna. Þannig að til að finna þennan þrýsting hérna, við getum byrjað á langhliðinni hér, hún 229,5. Það bara spennugjafans. Þetta U. Hér UL, spennan við spóluna, og hér UR, spennan yfir raunvinnamið. Við vitum hornið hérna, það jafnt og, þetta bara sem sagt, hornið hér, hlutfallið sem sagt, það að segja fíið 44 deilt með 80,3, 0,55 og þar af leiðir kósinus, arkkósana, kósinus mínus fyrsta, 0,55 eru 56 gráður. Hornið hér 56 gráður. Við getum alveg farið í hornafallreikninga hérna, notfært okkur á hornið hér 56 gráður, við vitum hérna hlið og fundið hliðina hér og hér. Og hér sama hornið líka, það sama hornið í öllum, 56, 56 og 56 gráður. Þau eru eins laga. En það miklu einfaldara að taka bara hérna, svo tölu hér, deila sem straum upp í hana, að fá spennuna. Þannig að UL hérna, UL, bara hér, UL jafnt og varið hérna, var deilt með I. 67 deilt með 0,35 og þá fáum við hérna jafnt og 191 volt. Hér 191 volt. Og spennan yfir vinnanni hérna, UR, það bara vöttin, deilt með I. 44 deilt með 0,35, sami straumur, hér og hér. Og þetta eru 125,7 volt. 125,7 volt. Hérna 125,7 volt. Svona. Þannig að aftrýtingurinn ekkert mál. Þið fáið gætinu tvær hlið, þau bara muna margfalda þess strauminn fyrir spennuna. Þá fáið langhlíðina hérna. Vattalan, það hliðin hér. Og þið vitið að straumurinn svona sami gegnum þessa hluti. Þið vitið vöttin hér innan svega, þetta heitir var. Vöttin hér heita var. Og hér heitaði vött. Og hér heitaði voltamper. Út af spenningjafan. Þannig að þetta eru þrjú nöfn. Það hefur allt saman afl eða vört. Og ok, nú erum við komin hérna með spennuþrýstinginn. Spennuna, það er að spenna hér yfir. Spenna hér yfir er þá 191 volt hérna. Og spenna yfir hérna viðnámslutunarspólunni er 125,7 volt. Þetta vitum við núna. Spennuna yfir þennan hluta spólunar og spennan yfir rithmsvinnan í spólunni. Og spennu ekki á hans. Þetta þessar þrjár spennur sem eru hér. Og til að finna viðnámið, bara óskuðamál. I sinnum R, hérna. Þið vitið núna spennuna yfir hverja hlið hér. Hún hérna. Og til að finna R, þá deilið við straum upp í spennuna. Og hér heitir þessar hlið, það heita XL hérna. X rithmsviðnám spólu. Og hér sem bara hérna setan. Þetta seta þessi hlið, þessi heitir bara R. Og til að finna sem sagt viðnámið í setunni, þá er það bara 200 setan. Jafnt og 229,5 volt deilt með 0,35 amper og þetta svo mikið sem 655 ohm. Hér allt í ohmum. 655 ohm.
Þetta viðnámið sem spennugjafinn sér hingað inn í þessa rás hérna. Hann sér að þessi hlutir tveir saman gefa 655 ohm. XL hérna, ég tek það kannski bara hér. XL, rítum svona spólu og það bara spennan hér. 191 volt deilt með 0,35 og þetta gefur okkur 357 ohm. 357 ohm. Hérna, þetta eru 357 ohm. R-ið, það bara einhvers spenna hérna. 125,7 volt deilt með saman straum, 0,35 ampere og það mótur þessu 350, ég hef rugglað þessu hérna, hvað ég að sjá þetta fyrir geði. Þetta er allt í bulli hjá mér. 191 deilt með 0,85 er 547. Hérna 547 ohm og R-ið það er 357 ohm. Svona. Þannig að með því að vita bara vöttin, amperinn og spennun og spenningjafans, þá getið þið teiknað aflþrýtninginn, spennuþrýtninginn og viðnámaþrýtninginn. Og af hverju erum við að þessu? Okkur vantar þessa tölu hérna. Þetta er aðal gæinn hér. 547 ohm. Af því að núna ætlum við þetta þétti hér yfir, hérna á milli, þétti hérna á milli, svona, og eyða fasvikinu upp. Og þessi þéttir þarf að hafa jafn mikið rithöfnusviðnám og spóravæðinmæli. Þannig að það heitir XC, hér er þetta XL, þetta er spóla. XC þarf að vera 547 ohm og þá étur hann fasvikið upp og það verður 0 og við fáum miklu betra álag á kolli. Þannig að nú ætlum ég að fá að taka þetta miðjuna hérna úr töflunni, við þurfum að halda þessum gæði hérna, við þurfum að nota þessa tölu hérna, 547. Svona, og þá tekið þetta út. Svona. Og nú vitum við það að viðnámið, reiðströmsviðnámið í spólunni hérna, það er 547 ohm, tökum það bara með, ég er bara með rauðu kannski. Sjá. Hérna, ef maður segja bara hérna, XL hér er 547 ohm. R-ið hérna, það var jafnt úr 357 ohm. Og setan sem er séð inn í dótið hérna, svo horfum við inn í það langkliðin hérna, 655 ohm. En við notum bara þessa tölu hér, hérna. Þessa spáum ekki þær. Þetta er þannig þokkar að sem sagt, hér er spennan hérna. Hérna er fasvikið hjá okkur með spólunni. Hér, svona. Ef þetta verið þéttir, þá er það hérna megin. Þá snýst það við. Og við myndum teikna þetta upp sem vektorlega séð. Þá erum við að vinna alltaf núna með þrýtingana sko hérna upp, svona. Hérna er ellið. Þéttirinn, hann er hérna niður. Hann er hér. Þrýtingarnir í þéttanum, þeir eru svona. Þeir snúa öfugt. Hér er þéttirinn, X-ið, og hér er bara R-ið, og hér er setan áfram. En þéttiskvikindið sem er hérna, hann fer í öfuga átt miðað við spóluna. Þið eru kallaði vektorþrýtingar, það er að segja stefnan og lengdin segir til hvað þetta er hátt og hvert og fasan. Þannig að við þurfum að hafa þennan arm hérna, jafn langkvæmlega sem hér. Og XL-ið hér er jafnt og 547 ohm. Og X-ið á líka að vera 547 ohm. Þannig að núna þurfum við bara að finna formúluna fyrir X-ið. Og
við þurfum ekki að muna hana, en sko XL, þessi gæi hér, við höfum aðeins verið að vinna í því, þau fengum uppgefin Henryin, XL jafnt og 2 sinnum pi sinnum f sinnum L-ið. Þetta hérna var Henryin. Stundum millihenry, til dæmis. XC, það bara 1 á móti þessu öllu. XC 1 á móti 2 sinnum pi sinnum f sinnum rýmdin. C, þetta rýmd. Í þéttinum, jafnt á farrad. Farrad jafnt á f. Þetta gefið upp í H, hérna L-ið, Henry. Þéttir gefið upp í farradum, eins og við munum bara, þú veist, við vorum í þéttanum. Þannig að núna vitum við X-ið. Við ætlum að hafa það 547. Okkur vantar rýmdina. Þá bara víxlum við þetta, það C-ið hingað, ég bara svona, og þá komum við fyrir, það segja C, ég með grænum. C jafnt og 1 á móti 2 sinnum pi sinnum tíðnin sinnum x-c. Og þetta 50-rið og þetta 547. Svona. Og þá bara setjum við þetta inn í þetta. Svona 2 sinnum pi, þetta cirka 3,14 pi-ið, sinnum 50 sinnum 547 ohm, út úr þessu fáum við. Svona sjá, þá veit ég 1 í vélina fyrst að vera hérna, 1, og svo deilt í svíinn. Þetta svona, 1 deilt í svíinn, 2 sinnum pi, sinnum 50, sinnum 547, svíi lokast jafnt og. Svona gerir þetta á vélina ykkar. 1 deilt með þetta á svíinn, 2 sinnum pi, sinnum 50, sinnum 547, svíi lokast jafnt og 0,00058. Ok, fyrstu 3 eru milli, hérna. Næstu 3 eru mikró. Þetta eru 5,8 mikró. Þetta heitir milli, þetta mikró svona, og næstu 3 eru nano, en þetta hér maður getur ekki komið og hér komið. Þessi 3 eru milli, þetta eru mikró, þetta eru 5 mikró, þetta eru 5,8 mikrofarad. 5,8 mikrofarad. Og við segjum bara hérna cirka 6 mikrofarad. Svona. Þannig að þétturinn hér, hann cirka 6 mikrofarad. Svona. Og þá myndum við núna þá sömu voltamper, þá yrði núna þrýtingurinn. Nú ekkert fasvik í þessu, eða mjög lítið. Já, það bara, fasvikið, eðli spólunar að búa til fasvik. Það alltaf fasvik í spólunni, en við losnum við að senda það tilbaka inn á landsnetið. Það fer bara þéttin í staðinn, og af þéttinum á spóluna, af spólunum á þéttin, og það bara dinglar hér á milli. Þetta bara forðabúr til að taka við lenslómusröglunu þegar hann umpólar sig og pumpar tilbaka. Þá léttar að fara hingað, fylla þéttin. Þetta er þessu leiðara upp í búrfell. Þannig að það fer bara hér á milli. Og þá myndi þrýtingurinn verði einhvern veginn bara, sjáðu bara svona. Hérna væri XL-ið. Þetta var áður einhvern veginn, þú veist, bara svona. Og nú minnkar XL-ið, þetta var L hérna, við með spólunni, þú veist, að því að þéttinni getur það upp hérna. Og fasvíkið fengast þeir í kannski bara, segjum bara, þú veist, þetta voru 56 gráður á hann, hérna eru 56 gráður, 56 gráður. Það fengast þeir í kannski einhverja, þú veist, 30, 25 eitthvað fólkiðis, bara
miklu minna fasvík. Og þá erum við að senda minna tilbaka og þurfum við grennri lagnir hér, varnarbúnaðurinn sem eru sjálfvörinn sem eru hérna, svonefndir sjálfar hér, það má vera minna af því að lögnin að bera, það er að segja, í fasvíkinu þá verðum við að bera rafmagn fyrst hingað og svo líka tilbaka sem er fasvíkið. Og það bara bætist bara við strauminn í þessum lögnum og þurfum við sverari lagnir og stærri varnarbúnað og bara allt verra. En svona þéttir, þá leika þau bara saman, spólan og þéttirinn vinna bara saman, fer ekkert út á netið og við getum bara tekið þetta næstu því sem fasvíkslaust dæmi. Og þá er straumurinn séð sem þetta var alveg fasvíkslaust. Það var bara 44 watt hérna, deilt með 229,5 volt og fá ykkur straum út úr þessu. Og í staðan fyrir 0,85 ampere, þá er þetta miklu lægri tala, 44 deilt með 229,5, 0,19 ampere myndum við fá í staðinn fyrir 0,35, næstu því tvöfalt minni straumur gefur jafnmörg watt. Hér lesum við 44 watt á ampertöngin ykkar, myndum við lesa sem bara 0,2 ampere í staðinn fyrir 0,35, miklu færri ampere, en sama nothæfa aflið af því að við erum ekki að keyra hérna upp hérna á sér við hverja bylgju, heldur það bara miklu minna sem að fer upp, bara örlítið, af því að þetta er fasvíkið sem er út á netið, af því að hér er þetta bara lókalt á milli og er ekki að fara út á netið. Og hvað séu, erum við með þetta?